Já, glæsilegt. Býttu nú við. Ylva, þú ert búin að deila það ekki? Er í þér, Ylva? Ylva, ertu þarna? Jæja. Já, ég er búin að deila. Já, flott, glæsilegt. Flottir. Þá erum við báðar hérna í loftinu, en komið sæl og blessuð, eins og Kristín sagði, og takk hérlega fyrir þitt erindi, Kristín. Þetta var fín upptaktur, held ég, að því sem við ætlum að vera með, en þó aðalega Ylva, en hún, eins og svo margir viðbragðssnjallir kennarar, að hún brást mjög skjótt við þessum aðstæðum, af því hún var svona í miðju kafi að finna sér rannsóknarverkefni, stökk til og ákvaða að rannsaka þetta sem starfandi kennari, sem var náttúrulega bara ótrúlega ómetanlegt. Og ég ætla aðeins að bara byrja hérna örstutt, en síðan tekur hún við og segir frá sínum niðurstöður og sinni rannsókn. En eins og við vitum öll að þá var neyðarástandi lýst yfir landinu og 13. mars vegna þessara veiru og kallaði á algjöra endurskipulagningu á öllu skólastarfi í landinu og grunnskólakennarar eins og aðrir urðu að bregðast við mjög hratt og ekki bara með kennsluna sína heldur eins og Kristín kom inn á samstarfi heimilin og svo framvegis. Þannig að tímabili sem að Ylva rannsakaði var í rauninni þetta tímabil sem að var með skerta skóla viðveru 16. mars til 4. maí og markmiðið hjá henni var í rauninni okkur að rannsaka og öðlast skilning og varpa svolítið ljósi á upplifun og reynslu kennara af grunnskólakennslu á þessum tíma og Kristín var einmitt með spurningakönnun til þessa hóps kennara og stjórnenda en Ylva tók viðtöl og má sjá, alls ekki næst, já, sem ég ætlaði að taka líka. Þannig að bara ótrúlega skömmum tíma að þá náði hún að fá 13 grunnskólakennara í 3 grunnskólum í viðtöl. Og þessi skólar, það eru 2 skólar á höfuðborgarsvæðinu og 1 á landsbyggðinni og þeir eru mjög ólíkir á margan hátt og ástandi snerti þá mjög misjafnlega. Viðtölin voru sem sé öll tekin í apríl, þannig að þetta er svona alveg eins og þessi COVID-gögn eru splunkunýjar niðurstöður og ef við bara hugsum þau sem hafi gert eiginlega rannsóknir að þá er þetta bara ótrúlega flott að ná að vinna úr þessum viðtölum á þessum tíma. En viðmælendurnir voru í rauninni, þetta var sjálfboðaleg úrtak sem var svolítið maður og mann sem var notað og í heildina voru þá 8 umsjónarkennarar og 5 sérkennarar og svona þessi klassíska þemagreining sem við þekkjum úr eiginlegum rannsóknum var notuð við að greina gögnin. Þannig að nú reyndi ég að fara mjög hratt yfir þetta til þess að Ylva hefði nú lengri tíma í að segja ykkur frá niðurstöðunum sem er náttúrulega auðvitað bitastæðastar. Gjörðu svo vel. Takk fyrir Hermína. En já, eins og Hermína sagði þá voru sem sagt öll viðtölin tekin fyrir 4. maí og lagði ég mikla áherslu á það til að það væri ennþá þetta ástand í gangi þegar ég ræddi við viðmælendur. Og það fyrsta sem þátttakendur voru spurðir út í var hvað kæmi upp í huga þeirra þeir heyrðu orðið COVID-19 og var það alveg ljóst að það öllum einhverjus konar hugarangri. Þá sérstaklega fyrst þegar óvissan var þeim mest en voru þeir allir sammála að öryggi þeirra og líðan gagnvart veirunni hafi aukist með aukinni þekkingu og hegðun faraldursins. Einnig voru þeir spurðir út í það hvort þeir hefðu leitað sér aðstoðar vegna líðan á þessum vikum og svöruðu þeir því allir neitandi. En voru sammála að ef þeir hefðu þurft aðstoð að halda það hefði verið í boði og töluðu margir að svo umræða hefði verið mjög áberandi í þjóðfélaginu. Við þurfum þó að hafa það í huga að kennarar voru einstaklingar sem voru einnig í hættu á að smitast líkt og aðrir og þegar báru þeir ábyrgð og höfðu umsjón með stórum hópum nemenda sem glímdu líka við áhyggjur vegna ástandsins. Og í slíkum aðstæðum má segja að kennarar hafi verið bæði undir tvöföldu álagi og reynt hafi á þeirra persónulega styrk og fagmennsku sem kennarar.
En það hefur líklegast ekki farið fram hjá neinum að kennsluhættir og starfsumhverfi tók miklum breytingum á þessum tíma og var það bersýnilegt að allir lögðu sitt af mörkum með það að markmiði að láta skólastarfið ganga upp. Og þegar kennarar voru beðnir að lýsa breytingum sem urðu á starfsaðstæðum þeirra, kom í ljós að það var áberandi mikill munur á milli skólanum hvernig skólastarfið var háttað á þessum tíma og mjög mismunandi hversu mikil viðvera nemenda var í skólanum. Þar sem það var í höndum skólastjórnenda að skipuleggja skólastarfið út frá mannauði og húsnæði þar sem einungis 20 nemendur máttu vera saman í rými hverju sinni. Breytingarnar voru mismiklar í störfum kennara, allt frá því að vera með sinn hóp, en skertari viðveru í það að sérkennarar var tekin úr sín hefðbundna starfi til að vera yfir hópa nemendum sem hann hafði ekki kennt áður. Kennsluhættir tóku einnig öðrum breytingum þar sem rafræni kennsluhættir voru mjög mikið notaðir mun meira notaðir en áður og voru margir að feta sín fyrstu skref í þeim efnum. Og faggræni kennarar fóru í það að kenna og bera ábyrgð á öllum fögum og allt samstarf kennara varð að fara fram í gegnum samskiptamiðla svo sem Meet, Zoom og Facebook. Þannig að í raun má segja að það hefði átt sér ákveðin nýsköpun í skólaþróun á methraða sem samræmist vel kröfum menntaryfirvalda þróun skólastarfs sem á að snúa að því að uppfylla breytilegar þarfir ólíkra nemenda í takt við samfélagslega þróun með það markmið að bæta námsárangur þeirra og menntun með auknum sveigjanleika. Fram kemur í svörum þátttakenda að þrátt fyrir að takmarkanir skólastarf hafi átt sér stað hafi margt gott hlotist á þessum tímum þar sem þeir fengu meira sjálfræði til að stýra kennsludeginum en áður. Þetta aukna sjálfræði veitti þeim tækifæri til að nýta styrkleika sína í starfi og gátu þeir því stýrt innlögn að námsefni eftir þörfum hópsins þar sem kennari hafði umsjón með hópnum til lengri tíma. Mikil áhersla var lögð á vellíðan og að jákvæðni væri í fyrirrúmi í samfélaginu öllu til að stuðla að hamingju á þessum annars óvissu tímum. Og þátttakendur komu flestir inn á að nemendur væri einhvern veginn slakari þrátt fyrir að margir hverju upplifa óöryggi og hræðslu. Þá var hópur hvers og eins kennara einhvern veginn í meira jafnvægi og jákvæðari. Þátttakendur töluðu einnig að á tímum fjöldatakmarkana hefði þeir aðeins verið á vinnustað sínum á meðan á kennslu stóð og töldu að það yrði erfitt fyrir sveitarfélög og stjórnendur að snúa til baka. Líkt og einn sagði, nú var bara öllu skólakerfinu vippað á netið og fólk sent heim til að vinna. Ég held að ætla bara að fara að halda í fasta viðveru sig gamaldags og afturhald og ætla að halda í starfsmenn sem eru skapandi, framarlega í tækninýjungum og þróun. Þetta fer bara ekki sama lengur. Og skólastarf á tímum fjöldatakmarkana sýndi einnig berlega að það var ekki einungis skólayfirvöld heldur einnig samfélagið allt sem treysti kennarann til að sinna starfsskyldu sínum með sveigjanlegri viðveru. Og eins og hefur líka áður komið ljóst að kom á þessum tíma yfirlýsing frá yfirvöldum mikilvægi starfs grunnskólakennara og þeir tilheyrðu framvarasveit landsins ásamt lögreglu, slökkviliðs og heilbrigðisstarfsmönnum. Þar sem grunnskólakennarar væri mikilvægur hlekkur í þjóðfélaginu til þess að láta samfélagið ganga að þeir leyti sem hægt var á þessum tímum. Þegar þátttakendur voru spurðir hvort það hefði haft einhver áhrif á þá sjálfa að tilheyra framvarasveit landsins, fannst þeim flestum það ekki að haft mikil áhrif á þá nema að því leytinu að þeir voru almennt stoltir að tilheyra framvarasveit landsins og gerðu sér grein fyrir mikilvægi sínu fyrir samfélagið. Líkt og einn þátttakendur orðaði það. Ég var stolt, ég vildi óska þess að við værum alltaf metin þannig því það er rosalega oft talað niður til kennara. En núna sjá allir hvað við höldum miklu uppi til þess að þjóðfélagið gangi. Eins og gefur að skilja olli fjöldatakmarkanir mörgum einstaklingum óvissu og áttu margir foreldrar í erfiðleikum með að taka ákvörðun hvort rétt væri að senda barn sitt eða börn sín í skólann eður ei. Fjölskylduaðstæður spiluðu líka þar inn í þar sem gat verið að fjölskyldumeðlimur væri með undirliggjandi sjúkdóma og því væri meiri áhætta gagnvart COVID-19 smiti. Því var tekin svo ákvörðun hjá skólastjórnendum að sýna því skilning ef að fólk taldi öruggara að halda börnum sínum heima. En á sama tíma var mun meiri áhersla lögð á eftirfylgni með nemendum en áður og að enginn myndi tínast af þeim sem haldið var heima og var það áberandi svörum þáttakenda hversu umhuga grunnskólakennurum öllum var nemendur sína
og á tímum fjöldatakmarkana jókst ábyrgð gagnvart nemendum enn meira, líkt og einn þátttakandi sagði. Ég var að hringja á mínu síma sem ég myndi aldrei gera áður. Maður var í rauninni svona að gefa svolítið mikið meira færi á sig sem persóna. Maður gefi miklu meira færi á sig, hringdu bara hvenær sem er. Þannig að þarna kom þessu ljós hvað kennararnir voru, þeir voru að svara tölvupóstum öllum tíma dagsins í staðan fyrir bara frá 8 til 4. Og þeir komu inn að þeir nemendur sem haldið var heima væri þeir sem mættu minnst við því og hefðu þeir ekki minni áhyggjur af námslegri stöðu þeirra heldur en líðan og samsvara það svolítið niðurstöðum hennar Kristínar. Áhyggjur þeirra voru heldur ekkert ástæðulausir því að mæta í skólann og hitta samnemendur sína félagslegt fyrirbæri og þess má geta að einn af lykilþáttum vellíðunar að vera í og viðhalda félagslegum tengslum. En áskorunin voru einnig í skólanum því nemendur ásamt kennurum áttu að halda fjarlægð sín á milli og töluðu þátttakendur hversu erfitt það hefði verið að geta ekki huggað grátandi nemenda með faðmlagi eða klappaði með öxlina til að sýna þeim stuðning. En samkvæmt niðurstöðum PISA-könnu líður nefnilega nemendum hér á Íslandi almennt mjög vel og njóta mikil stuðnings frá kennurum sínum. Þannig að þetta var mikil áskorun að geta ekki veitt þennan venjulega stuðning sem áður hefði tíðkast. Þannig eins og þið heyrið, það eru breytingarnar miklar, en þegar spurt var kröfur í starfi, sagði einn þátttaka að allir hefðu orðið að bregðast í ástandinu. Hver og einn en á sama tíma voru kennarar sammála að allir lögðust bara eitt til þess að láta allt ganga upp og voru flestir sammála að kröfurnar í starfinu væri raunhæfar, þar sem allir var að feta sig áfram í nýju umhverfi og það væri raun erfitt að meta hvað var raunhæfar kröfur á þessum tíma. Þátttakendur voru allir sammála að eftir þetta tímabil myndi grunnskólastarf færast meira yfir í rafræna kennsluhætti og virtust tilbúnir í þá vegferð. Kennarar þurfa því að fá tækifæri til þess að þróa með sér betri þekkingu í kennsluaðferðum og rafrænni tækni til þess að kosta framförum í kennslu. Áhugavert var að þátttakendur töluðu margir að þrátt fyrir allt það sem var í gangi þá var þeirra upplifun sú að lífið hefði hægt á sér. Kennarar voru með færri nemendur í hóp og voru þátttakendur sammála að tími þeirra hefði verið betur varið og þrátt fyrir að nemendur væri með styttri viðveru þá hefði gæði kennslunnar aukist. Kennarastarfi hefur á mörgum en ef til óljósum ástæðum verið talað niður í samfélaginu og ekki notið mikillar virðingar hinni almennri umræðu og upplifðu þátttakendur meiri virðing fyrir starfi sínu núna eftir að foreldrar urðu að sinna heimanáminu meira en fæstir þátttakendur hefðu trúað því að það myndi haldast eða það myndi breyta miklu. Því það undir okkur kennurum komið og líkt á Guðrúnu Halldórsdóttir sagði að leggja ríka áherslu á ágæti starfskennara í eigin umræðu starfið og engin tími betri núna þegar samfélagið hefur fengið það beint í æð hvert mikilvægi kennarastéttarinnar í raun og veru fyrir samfélagið. Í óvissu ástandi líkt að skapast á tími fjöldatakmarkana vegna COVID-19 má velta upp fyrir þeirri spurningu hvort ekki þurfa að vera til viðbragðsáætlun frá menntamálaráðuneyti sem ætti líka við haldreipi til skólafólks hvernig uppfylla megi sem best kröfuna skólaskyldu og leið tryggja jafnrétti til náms og megi uppfylla lög grunnskóla. Og þegar Trausti Þorsteinsson sagði að kennara vera þeim hæfileikum gæddir að geta tekist á í breytilegar kröfur samfélagsins á menntun og skóla, gerði hann sér líklegast ekki grein fyrir því hversu mikla breytingar gætu átt sér stað. Þar sem kennarar urðu á mettíma að bregðast við breyttum starfsskilyrðum til að halda hjólum atvinnulífsins gangandi. Og eins og Sigrún Aðalbjarnardóttir sagði skipti viðhorf og metnaður kennara til eigin starfs miklu máli ásamt því að geta aðlagað sig að breyttum aðstæðum og var það áberandi hve kennarar í þessari rannsókn voru jákvæðir og tilbúnir að ganga inn í óvissu ástand og takast á við kennarastarfi með nýjum formerkjum. Á tímum fjöldatakmarkana reyndi heldur betra fagmennsku kennara þar sem fagmennskan bundin við að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, ígrunda sjálfan sig og starf sitt með það að leiðarljósi að alltaf hægt að gera betur, auka eigin þekkingu og vera opin fyrir nýjungum. Margt gott gerist í grunnskólastarfi á tímum fjöldatakmarkana vegna COVID-19 og því nauðsynlegt að kennarar fái svigrúm til þess að ígrunda grunnskólastarfið sem var á þessum tíma svo draga megi lærdóm úr reynslunni
og taka með sér inn í framtíðina. Flestir þátttakendur höfðu áhyggjur af því að afleiðingar yrðu engar þar sem allir myndu gleyma þegar skólastarfið yrði með hefðbundnum hætti. Aftur eins og einn þátttakandi sagði, ég er pínu hrædd að við eigum eftir að fara í sama farið eins og gerir svo oft. Við öll og samfélagið eigum eftir að gleyma. Takk fyrir.